kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 21. nóvember. Það eru 33 dagar til jóla og þá er ekki seinna vænna en að grípa jólablað Morgunblaðsins sem að Marta María Winkel, vinkona mín og samstarfskonur hennar hafa útbúið, hnausþykkt, fullt af fróðleik og skemmtilegu efni sem er gott að lesa í aðrannata jólana. Ýmsar hugmyndir sem við fáum að góðum mat, gjöfum og öðru slíku. Full ástæða til að vekja athygli á þessum góða degi. Ég fæ hingað til mín frábæra gesti á eftir, þau Símon Birgisson og Kolbrúnu Bergþórsdóttur sem ætla að ræða meðal annars leikhús og bókagagnrýni og í lok þáttarins kemur Guðmundur Fertram Sigurjónsson sem að stofnaði Keresis á sínum tíma. Það er alveg magnað fyrirtæki sem er enn að gera mjög áhugaverða hluti, jafnvel þó að það sé komið nú í erlenda eigu. Í vikunni bar margt til tíðinda eins og svo oft áður. Morgunblaðið fjallaði það þegar að lögreglan réðist inn á heimili manna, handtók og gerði húsleit. Það var í kjölfar þess að Palestínuarabi birti á TikTok-reikningi sínum vídeó þar sem hann veifaði árásarrifli, skambyssu og öðru slíku. Hann satt á mótorhjóli meðan hann gerði það. Þetta var hrein og klár ögrun við íslenskt samfélag og það er mjög mikilvægt að stjórnvöld í landinu taki föstum tökum á hegðun af þessu tagi. Við tökum að sjálfsögðu vel á móti fólki sem hingað vill koma en við eigum alveg nóg með okkar eigin glæpamenn þó við séum ekki að flytja en aðra slíka sem ógna almenningi í landinu. Og talandi réttarkerfi og réttarvörslukerfið, ég tók viðtal hér fyrir skemmstu við Steinþór Gunnarsson, bankamann sem að lenti í mjög kröppum dansi eftir hrunið. Hann var ákærður og rannsakaður í bak og fyrir og að lokum dæmdur fyrir svik sem hann var talinn hafa átt þátt í á vettvangi bankans sem hann starfaði fyrir. Síðar kom í ljós að þær ásakanir og dómurinn sem yfir honum var felldur reyndust ekki á rökum restir. Hann var sem sagt sýknaður eða hreinsaður af þessu öllu saman og nú er hann að undirbúa bótamál gegn ríkinu. Hann hefur hins vegar líka kallað eftir því að þetta tímabil verði gert upp. Hann fullyrðir að það séu margir aðrir sem hafi lent í nákvæmlega sömu stöðu og hann. Hann lét gera könnun fyrir skemmstu. Maskína vann fyrir könnun með spurningun það hvort að Alþingi Íslendinga ætti að efna til rannsóknar eða stofna rannsóknarnefnd til þess að gera upp starfsemi sérstaks saksóknara og annarra þeirra stofnana sem að fóru í það verk að gera hrunið upp. Og það er mjög áhugavert að sjá að í niðurstöðum þessara könnunar má sjá að 54,7% svarenda eru sammála því að það er ráðast í það verk en aðeins 21,7% eru andvíg. Það verður fróðlegt að sjá hvernig þingið bregst við þessu en því miður verður að segjast að það eru fleiri og fleiri mál að koma upp á sjónarsviðið sem að gefa tilefni til þess að þessi mál verði skoðuð frekar. Ólafur Þór Hauksson sem var sérstakur saksóknari og er núna héraðssaksóknari, hann er duglegur við að mæti viðtöl hjá Ríkisútvarpinu þegar Helgi Seljan þarf að ná í hann. Þeir hafa átt í einkennilegu og miklu samstarf á síðustu árum. Ég hef hins vegar marg ítrekað á síðustu vikum, alveg frá því að Steinþór kom til mín í viðtalið fræga, beðið Ólaf Þór að koma hér í viðtal til mín. Mér langar til þess að ræða við hann embættisfærslu hans, embætti sem hann stýrir nú, en líka reynsluna þessum árum, þar sem að margir menn voru hnepptir í varðhald og margir sömuleiðis dæmdir í fangelsi. Það er skemmst frá því að segja að Ólafur Þór Hauksson telur sig of góðan til að svara þessum fyrirspurnum. Hann svarar hvorki játandi né neitandi. Og ég verð að segja eins og að mér finnst embættismenn sem að koma svona fram ekki starfi sínu vaxnir. En það er annað mál. En svo er það málefnum Evrópusambandsins. Við vorum með auka þátt hér í vikunni þar sem Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar og Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins kom og ræddu þessa ákvörðun Evrópusambandsins að setja toll á kísilmálminn sem framleiddur er meðal annars hjá Elkem á Grundartanga. Þetta er auðvitað svívirðileg ákvörðun. Ríkisstjórnin er að bjástra við að reyna að snúa þessu við þó að menn séu orðnir tiltölulega vondaufir að það takist. Evrópusambandið leyfir sér að fullyrða að þessi ákvörðun sé ekki fordæmisgefandi. En það verður að viðurkennast að ef Evrópusambandið er tilbúið til að gera þetta einu sinni í sambandi við einn vöruflokk, af hverju ættu þau ekki að gera það á öðrum vöruflokkum þegar þeim hentar?
Þetta mál sem þarf að skoða meðal annars út frá EES-samningnum og hvort að EES-samstarfið sé í raun og veru í uppnámi eftir að Evrópusambandið gengur svona fram. Við munum auðvitað fylgja þessu vel eftir í miðlum Árvakurs, ekki síst Morgunblaðinu og mbl.is. En hér handan við hornið samtal við Símon Birgisson og Kolbrúnu Bergþórsdóttur og svo Guðmund Fertram Sigurjónsson. Áður en að því kemur, þá ætlar Ásthildur Hannesdóttir, kollegi minn hér á blaðinu, að fara yfir stöðu stjórnmálana eins og hún er á samfélagsmiðlum. Fylgist þið með. Já, góðan daginn gott fólk, ljómandi fín vika að langlokum komin og sko by the way langloka með osti, skinku, eggjum og pítusósu, það eitthvað sem þið ættu að gera taste test á fyrir lokvikunar. En í vikunni var alls konar upp á teningnum. Ása Berglind, hún deildi mögnuðum svipmyndum úr COP30 veislu ferðalaginu hann í Brasilíu. Það gerist nú valla meira framandi en þetta. Algjörlega ógleymanleg upplifun á kostnað móður jarðar og skattgreiðenda auðvitað. JP orkumáladúti, hann var líka sólstrandagæi hann í Brasilíu í vikunni þar sem hann ávarpaði veislugesti í stóru loftslagsveislunni. En áður en þangað var haldið, skellt hann sér upp á Skaga og svo virðist vera sem hann hafi bara fengið algjörlega óþvegið frá einhverjum, hvað maður segja, heldri borgara hann á jaðarsprautinu eða eitthvað. Sjáuð hvernig hann potar bara í JP með upprúluðum bæklingnum. Æjæjæjæjæj, elsku JP, ósköp að sjá þetta. Þurftirðu kannski að fá plástur á bátið? Nei, sjáuð hann það bara þarna? Hann kominn tvíeldur bara í rauða sloppnum sínum. Ég meina þessar rauðsokkur og rauðsloppar. Þeir vinna sko þétt með þjóðinni og láta bara engan bilbug á sig fá. Hei, vitið þið svo hvað gerðist? Við fundum sleggjuna hennar Kristrúnar sem ítrekað hefur verið lýst eftir. Við fundum henni, ég ekki að djóka. Heiða Björg, borgarstjóri og heiðvirtasti borgari landsins, hún fékk hana bara aðeins í láni til að höggva niður Oslóatréð. Og nú getur Kristrún loksins farið að berja niður skatta og vexti, bara nákvæmlega eins og hún lofaði. Hún gat ekki gert það fyrr. En ég meina, vá, finnið þið vaxtaverkina og peningalyktina eins og ég eða? Það eru svo góðir tímar framundan! Sanna Magdalena elskar ekkert meira en strætó og deildi myndafærslu tilengaðri strætólífinu í vikunni og það gaman að fá svona innsýn inn í það sko hvernig lífinu borð í strætó háttað. En hún samt sko alveg með bílpróf, bara svo að því sé alveg til haga haldið. Þetta bara lífstíl sko sem hún velur sér. Annar en sá sem við letingjarnir og lúxuslepparnir tilengum okkur. Einkabílar náttúrulega bara fyrir aumingja sko. Þið vitið það. Okkar allra besti Sigmundur Ernir poppaði óvænt upp á samfélagsmiðlum í vikunni þar sem hann fór með ljóðalestur af mikilli alúð. Hann nefnilega að sko gefa út 2 bækur núna fyrir jólin. 2 bækur, vinnandi maðurinn í þágu lands og þjóðar sko. Nú skil ég aðeins af hverju hann svona ósýnilegur á þinginu. Auðvitað hann bara að reyna að auka við lestrar og ljóðaáhuga landsins. Hann sýnir nefnilega hlutina í verki þessi gæi. Til hamingju með bækurnar þokkasveit. Auðvitað bara á maður að sko nýta meira púður í að skrifa bækur og minna púður í eitthvað mas upp í pontu. Hárrétt forgangsröðun með við svona tíðarandan og svona. Er það ekki? Ég veist það. Sjálfur kóngurinn okkar var á faraldsfæti í vikunni og flakkaði á milli Finnlands, Eistlands og Tyrklands. Bara svona eins og maður gerir. Og ég meina já, auðvitað klikkaði hann alls ekki á sjálfunum í hverju krummaskuðu fyrir sig. Of course not. Langsamlega langflottastur. Talandum sjálfur og myndir og allt þetta. Sko Sjöllundnar, Diljá Mist, Guðrún Hafsteins og Rósa Guðbjarts deildu allar nýjum skvísumyndum af sér á dögunum. Hver annarri glæsilegri? Það verður ekki annað sagt. Miðflokksfeðgarnir Snúlli og Simmi Dabbi hafa haldið upp í stöðinu víða land síðustu daga og sænað á nokkrar derrur og svona, þeir kunna þetta. Þeir eru svo miklu stemningsrittarar þessi 2. Hér með sannast það enn og aftur að Halla Hrund íslenskasti Íslendingur sem fyrir finnst. Hún og Sæti litli sporalingur, hundurinn hennar, fóru saman í bíltúr norður á Húsavík og virtu fyrir sér náttúrudýrðina sem Norðurlandi býr yfir. Maður bara, maður tekur andköf yfir fegurðinni. Nei, hver er þarna? Hæ Ragnar Þór! Vá, það var ekkert eðlilega gaman að rekast á andlit Ragnars Þórs á miðlunum í vikunni. Þannig hann bara eitthvað að kynna allt klausturfokki sem mun verða þarna í Úlfarsárdal. En já, pínu old news, en alltaf gaman að sjá kauða. Fólkið fyrst, svo allt hitt. Flokkur fólksins heldur áfram með hver maðurinn geturunina og við erum að fíla hennar leik. Ekkert eðlilega skemmtilegt. Vitið þið til dæmis hvað hárprúði huggulegi maður þetta er? Þetta er pínu erfitt, ég veit. Það kom nefnilega svo ógeðslega margir til greina.
En sendu bara inn rétt svar á hver maðurinn @flokkufólksins.is og þú gætir unnið hástúr Alþingishúsið. Nei, djók, ekki gera það. Þetta Guðmundur Ingi og holy hell hvað hann var heitur þegar hann var ungur maður. Jæja, hættum þessu kjaftaði. Góða helgi! Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Nýr og alrafmagnaður Kia EV4. Skrefinu á undan. Askja. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntu möguleikana á limtrevírnet.is. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistar lausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið sæl að nýju. Hingað eru komnir góðir gestir, umdeilt fólk, en skemmtilegt, flissaðu. Kolbrún Bergþórsdóttir sem starfar hérna með mér á Morgunblaðinu, var þekkt fyrir bókagagnrýni sína, og Símon Birgisson, hann kennari en hefur vakið talsverða eftirtekt á síðustu vikum og mánuðum fyrir gagnrýni sína á leikverk ýmiss konar í leikhúsunum. Velkomin, bæði tvö. Takk fyrir. Þið eruð óarennilegur hópur, þið eruð óhrætt við að taka harta fólki ólíkt mér og ég eiginlega hálf skelkaður yfir því. Í hvað stefnir hér? Já, við sjáum bara til. Er það ekki? Við sjáum til, við erum til í allt. Já. Byrjum bara á gagnrýnimálunum, Símon. Ég fæ þig hingað vegna þess að ég haf haft mikla gleði á því að lesa gagnrýniðina á leikverk sem að ég hef þó ekki séð sjálfur. Gagnrýni sem að stendur eiginlega bara sjálf og sjálfstætt fyrir það hvað hún hispurslaus, óvægin. Já, ég meina þetta bara hefur verið bara skemmtilegt og gagnrýnin náttúrulega alltaf svona svolítið sér listform út af fyrir sig og ég held að þegar maður setur sig inn í það að gera þetta bara af heilindum og ástríðu. Ég hef svolítið talað það að maður verður að hafa ástríðu fyrir því sem maður gagnrýnir. Og þegar maður heyrir það þegar fólk farið að takast á og lesa og pæla í því sem maður skrifar, að það náttúrulega hlýtur að þýða að það sem maður að skrifa skiptir einhverju máli. Og það svíður undan. Já, og ef gagnrýni verður of, hvað maður að segja, ef hún verður of svona góð, ef stjörnurnar verða alltaf of margar, þá hættir fólk náttúrulega að taka mark á því. Og við höfum svolítið, náttúrulega líka svolítið frelsi að vera, ég að skrifa vísi og maður fær svolítið svona að gera sem maður vill, svolítið frjálst spil. Þú ert með bakgrunn í leikhúsinu, þú þekkir þetta úr hinni áttinni líka. Já, ég átti bara, þráttur að kannski að Bubbi haldi annað, þá átti ég bara ágætis feril í leikhúsinu, bara mjög þakkláttur fyrir þann tíma. Þú ert að vísa Bubba Mortens. Já. Hann hefur ekki sparað stóriðin. Nei, en ég talaði að ég floppaði í efstu tröppu. Í leikhúsinu. Já, en ég meina, ég lít bara mjög sáttur á þann tíma. Ég fekk að gera margt skemmtilegt, vinna erlendis og í stórum leikhúsum og gera flotta sýningar hérna heima. Síðan bara tók við nýtt tímabil í mínu lífi og ég eignaðist mín börn og gerðist kennari og búin að vera því síðustu 10 árin. Og ég finn það bara svona að koma aftur inn í leikhúsi, að það svona einhver svona pakki sem maður með á bakinu sem farinn. Maður getur aðeins frjálstöfu stróki. Það annað að vera að skrifa leikhús og vera sjálfur síðan einhvern veginn inn í þeim geira heldur en að standa svona fyrir utan og geta bara sagt sína skoðun svolítið umbúðalaust. Þú kemur utanfrá í þetta verkefni. Já, núna. Mér finnst það svolítið Kolbrún, þér hefur þótt þetta ferskur andblær í gagnrýnina í leikhúsunum? Svo sannarlega. Og nú vil ég taka smá tíma í að hrósa vísi.
Já. Það verður að leyfast. Við erum nógu stóð til þess. Sko, nú þar dómur íslenska kvikmynd sem mun að fá 2 stjörnur og það Magnús Jókum Pálsson sem skrifa þann dóm. Jónas Sen tónlistagagrínandi, frábær gagrínandi, hann skrifar svo skemmtilegan texta, algjörlega óhræddur og svo með þennan frábæra gagrínanda hér. Og sko, þessir menn ekkert öfundsverðir, ég þekki þetta allt, ég gekk í gegnum þetta fyrir 30-40 árum. Það átti að hætta stór bókaförlög, í hugað að hætta að senda mér bækur. Þú veist, og þau gátu reyndar ekki notað á mig að ég væri sko vonlaus listamaður af því ég átti engin handrit í skúffum og aldrei í rauninni sent neitt frá mér. En ég þekki baktalið og allt þetta og þetta lítill heimur. Og þegar það orðið þannig, sko í nútímanum, það svo þægilegt fyrir gagnrýnanda að gefa bara 4-5 stjörnur og ef hann óánægður þá gefur hann 3,5. Og það sem gerist að lesendur, þeir hugsa að þetta getur ekki passa, getur ekki allt verið svona gott. Og þeir hægt að taka mark á gagnrýnandanum. Og þannig eru gagnrýnendur sem ég les og ég tek mark á, minnst að vera að skila frábæru verki. Af því að þeir eru ekki... Þeir þora og þetta erfitt fyrir þá, þetta ekkert gaman. Já, maður verður líka sko að hugsa þetta held ég svolítið þannig að fólk trúi því þegar þú síðan sérð eitthvað sem skiptir máli, sem þú vilt mæla með. Og ég svolítið talaði bara sýning eins og Ífigenia í Ásbrú sem ég sá á dögunum og gaf 4,5 stjörnum. Hefði mögulega mátt fá 5, hún var mjög góð og Moulin Rouge að samanskapi, mér finnst það stórkostleg sýning og maður verður þá að vera heiðarlegur að beina fólki í þá átt að sjá það. En sko að einhverju leyti að þá náttúrulega sko menningarheimurinn ofboðslega viðkvæmur. Já. Og fólk bregst við og það sem ég var svolítið að tala á menningarvaktinni, hlaðvarpinu mínu á dögunum að það sem maður einhvern veginn sko vill ekki svona að það sé einhver krafa þöggun. Það finnst manni alltaf vera einhvern veginn svona andstætt þeim tilgangi sem við erum í. Þetta í rauninni eins keðja sko. Þú veist það að gagnrýna alveg partur bara af þessari menningarkeðju. Við erum að vekja athygli eins og þú hefur verið í þínum bókaklúbbi og annað og bókagagnrýna í Kiljun og allt þetta. Ég meina, allt þetta gert til þess að stuðla meiri menningar umfjöllun, til þess að ýta fólki að menningunni, til þess að fólk upplifa þetta sé eitthvað sem áhugavert, skemmtilegt og spennandi. Við erum ekki í þessu til þess að sabotera menningun. En ekki menningin líka bæði í bókmenntum, leikritum, kvikmyndum og myndlist þess vegna fólkin gagnrýni, það ádeila. Við þekkjum það bara með marga listamenn að þeir eru að beita listinni þeim tilgangi. Ekki óeðlilegt að menningin, svo sama, að hún sé viðkvæm fyrir gagnrýni. Þegar hún sjálf gengur fyrir henni. En maður hefur tekið eftir það, menn eru viðkvæmir fyrir sjálfum sér. Kannski er það ekki óeðlilegt, en menn verður að geta tekið samtalið. Já, og það náttúrulega gengur ekki ef að listamenn er að hafa samband sjálfur á ritstjórnir eða fyrirtæki annað, eða senda vini sína. Það náttúrulega gengur ekki. Ég ólst upp á... Áttu við að senda þá? Nei, bara til að hringja hvart undan gagnrýnandanum, skrifa pisla eða eitthvað slíkt sko. Ég meina, það þekktur leikstjóri sem frægur fyrir það að hafa alltaf samband ef hann fær vonda dóma. Hver er það? Nei, ég ætla ekki að nefna það. Ég bara veit nokkur dæmi slíkt. Og það var hringt núna þegar ég skrifaði verkið Þjóðleikhúsinu og þá komu símtölin til minna yfirmanna og var verið að í að hlutum komu einhverja sögur og eitthvað slíkt og þetta í rauninni eins og ég líti það bara svona atvinnurógur. Þú átt miklu frekar að taka umræðina, takta hana það bara opinberlega, segðu þína skoðun. En þú veist, þessi aðferð að vera einhvern veginn að reyna að hringi þá sem eru að borga manni þess að auðra fyrir að skrifa, þú veist, það náttúrulega bara gamalkunn aðferð til þöggunar. Já, hún er verið notuð hérna í áratugi. En hún virkar ekki. Maður hefur reyndar séð gagnrýnendur, það er sótt að þér núna, það var nú engin smá sókn gegn Jóni Viðari Jónssoni, herra klient á sínum tíma, það var reynd að þakka niður hún, kannski tókst það, ég veit það ekki. Já. Mér þóttu voða væntum, ég fekk nú Jón Viðar í hlaðvarpið mitt menningarvaktina á dögunum og það náttúrulega var frábært að heyra hann tala Shakespeare. Hann var mjög fróður, einn af manna fróðastur Shakespeare og við vorum með 2 Shakespeare-sýningar að tala þær og það náttúrulega bara sorglegt ef samfélagið þolir ekki raddir eins og hans að þær séu liðsettar og hann náttúrulega fekk alveg sinn skerf
að því á sínum tíma sko, þannig að mér þarf að fá hann í gestalhutur hjá mér hana. Já, og ég meina Ólafur Jónsson gagnrýnandi hérna fyrir áratugum, það var ekkert smá sem hann varð að þola. Já. Þannig að þetta er ekkert auðvelt starf, en hérna ég... Er það barmaður? Nei, ég tók einu sinni viðtal við Þór Vilhjálmsson og hann sagði hérna gagnrýnandi sem lýgur er rétt dræpur. Sem mér fannst mjög flott hjá honum og auðvitað sko, þú veist, flestir listamenn held ég að sko sætti sig við gagnrýni, þeir vita að hún verður að eiga sér stað. En sko, ég kvart ekki að því ég lifði þetta af, sko, fyrstu 10 árin eru verst. Svo er mann alveg sama hvað sagt Eftir það? Já, eftir það. Ég líka sko, mér finnst svo gaman að lesa gagnrýni, eins og þú varst að tala gagnrýnars Jónasar. Hún nú alveg svona stundum bara listform út af sig að lesa hans texta. Ég man mjög vel hérna eftir honum Jónasi Kristjánssoni, ritstjóra gamla, sem ég var undir á DFF, hann skrifaði matargagnrýni, hann fór á veitingastæði og það nú svona sögulega ein harðasta tegund af gagnrýni sem skrifuð, sko, eins og í Bandaríkjunum og fleiri stöðum, þá fáir verið jafn svona, fólk hefur óttast jafn mikið eins og matagagnin. Þetta oft í svona sjónvarpsþáttum og svona, þú veist, það að koma matagagnin að einhver stað og það fer allt á hliðina, sko. En þetta var alveg frábær íni á Jónasi og hann sett hann allir á síðuna sína, jonas.is, sko. Já, ég man að ég sé ekki að ef ég hefði farið á veitingastað og pantað sama fiskrétt og hann að ég hefði haft sömu skoðun á honum eða eitthvað þannig. Nei, en hann slátraði heilum veitingastað sem ég minnir að það vera á Skólavörðustíg og það var þannig þeir grátbáðum að koma og veita þeim leiðbeiningar að það voru seint. Staðurinn var dauður. Þetta var rosalegt. Já, matagagnin er mjög, hún er miskunnuleg. Já, en þú hefur verið að gefa bara eina stjörnu. Og ég held hreinlega, sko, það dregur mig frekar að gagnrýni ef ég sé að stjörnugjöfin er lítil vegna sem þá maður einmitt að reyna að kalla eftir kjarnanum og rökunum fyrir því af hverju er ekki verið að gefa fleiri stjörnur. Má ég aðeins grípa í sambandi við þessu einu stjörnu að vinur minn góður, hann fór hérna, flæktist á leiksýningu, hann fór hérna á ranga leiksýningu og hann listi fyrir mér, þetta var mesta kvöl sem hann hefði nokkuð tíman upplifað í leikhúsi. Þetta var algjör skelfing. Og þetta var sýningin sem að þú gafst eina stjörnu. Þannig að þarna var sko leikhúsgestur sem þjáðist og þú skilaðir þessir þjáningu í þinni gagnrýni. Já, ég meina stundum það bara þannig að hlutinni takast ekki til. Af hverju þá að gefa 3 stjörnur? Í þessari einna stjörnu rýni þá var nú líka svolítið bara að tala ábyrgð Þjóðleikhússins á því að gera þessa sýningu og setja hann upp á þennan hátt og hvernig hann velur svona verk inn. Ég meina þarna var ung leikhúsmanneska, ungt leikskáld sem var kannski ekkert greiði gerður með þessari aðferðafræði mér langaði bara að koma því á framfæri líka bara við leikhúsi en sko, var þetta svona fáa stjörnu þegar ég fer til Berlínar í fyrsta skipti í svona leikhúsferð sem var alveg gríðarlega skemmtilegt ég mæli sérstaklega með því að fólk fer til London eða Berlínar eða París að kíkja í leikhús og við förum hérna hópur ungra listaháskólanema og þá náttúrulega völdum við strax sýninguna sem að það fengi hauskúpu sem er sko minna en einstjarna það þú komin út fyrir stjörnuskalan og gagnrýnandinn er sko það mikið niðri fyrir að það er splast í hauskúpuna. Ég gaf hauskúpu í gamla daga. Já, og ég var hötuð, þess vegna var ég hötuð, já. Þetta var náttúrulega því okkur fannst mjög spennandi að sjá hvernig er sýning sem hún er það slæm að gagnrýnandi gengur út og hann getur ekki svona nota stjörnunar. Og hvernig var hún? Já, hún endaði á því að listamaðurinn var nakinn í baðkari að hrópa hvað er postmodernismi, það er enginn í 6 klukkutíma og ég held að þetta átt að hann hafði alltaf að halda áfram að það væri enginn eftir í salnum en við sátum sem fastast íslensku listaháskólanemarnir og svo í lokin þá gæðist hann upp úr baðkarinu og sá við vorum hann ennþá og þá trítlaði hann út á tippinu sko. Ég man þetta var mikil upplifun. En kemur til grein, heldur að sá dagur komi að þú veitir hauskúpu fyrir leikverk hér heima? Já, það er allt. Miðið möguleiki, svo bróðum við sér. Þú ert auðvitað fræga endemur fyrir þáttöku þína í Kiljunni, hjá Agli Helgasyni. Það er einhver tónn í þessu, Stefán, sem líkar ekki. Já, það er ekki mitt vandamál. Það er þitt vandamál. Ég mun að þetta er þungaveitta þáttur, þannig að takið þið fyrir bækur úr ýmsum áttum. Hvernig er að koma þessu ár eftir ár? Þú lest, veit ég, gríðarlega mikið. Finnur þú til ábyrgðar í þessu eða er þetta orðið meira eins og leiksýning í einhverju mynd? Ég get ekki sagt ég finnur til ábyrgðar af því að, ef ég að segja alveg eins og ég les bækurnar og ég er ekki stressuð í upptöku. Mér finnst þetta bara gaman. Mér finnst þetta bara gaman, þannig að
sko ábyrgð svo tekur einhver mark á þessu en hérna ég ræði engum það þannig að fyrst og fremst finnst mér þetta bara skemmtilegt og það mikilvægt að halda úti bókaþætti í sjónvarpi og kannski hann of áhrifamikill þú veist maður sér það á metsölulustunum en er ekki ágætt að þá einhverju þættir hafi áhrif Hefur þessi umræða eins og í þættinum áhrif á sölutölur? Umræðan í þáttunum hefur áhrif á sölutölur já, hún hefur það ég meina Páll Baldvin, hann hló í einu þættinu þegar hann var gagnrýna maður sem heitir Öfi og hann hló þegar hann var að dæma hana Salan, hún fór í 10 steintökum, salan bara rauk upp, það var fyrsta skipti sem Páll Baldvin held ég hafi hlegið í sjónvarpi. Já, fyrst og eina. Mig grunar það sterklega. Mér finnst það því að tala að Kolbrún hefur verið lengi í þessum þætti að mér finnst það líka eitt sem ég finnst gott þegar gagnrýnendur, maður fær að kynnast gagnrýnendum í svona ákveðin tíma. Veit að þetta smettir það, já. Maður fer að svona aðeins að átta sig á því og að því myndist nú eins og Jón Viðar, sko þegar ég ungur leikhúsmaður að byrja minn feril, að ég vissi alveg að sko smekku minn og Jóns Viðars var ekki svo sami á leiksýningu. Þannig að það var oft sko sem ég sá þegar hann skrifaði eitthvað svona, já, mér myndi þykja eitthvað annað heldur en það. Hann var til dæmis gaf mínu verkum eins og þegar ég og Þorlaugur gerum Engla almúrsins, fengum ekki góða dóma í honum. Já. Þannig að þú veist, við deilum ekki alltaf smekk með gagnrýnendum, en maður fer að bera virðingu og taka mark á því þegar maður fer að kynna gagnrýnendur og mér finnst með Kiljuna bara Kolbrún og Hlórun svona heimilisvinur, svona partur af heimilishaldinu sko. Já, það er bara því að fólk þekkir hann ekki. Þeir eru fjandvinnir, allir áttu sig á því. Já. En varðandi Jón Viðar, við erum auðvitað að tala hérna fjarstaddamann, en eitt af því sem ég velti fyrir mér á sín tíma þegar þessi bylgja gekk hérna yfir, var að ég held að það við læðs á grunur af fólki að hann væri bara fílubúki. Er það ekki líka dálítið varasamt ef að gagnrýnendur eru sífellt að setja sig í það stellingar að leita að veiklingum og annað í staðis að leita þinn uppbyggilega? Einhverjum myndu kannski segja að þú sért hingað komin eða í gagnrýn á vísi til þess að leita þessum veikleikum, magnaðu upp og taka menn á beinið. Símon Grimmi. Já, en býttu, ef hann gæti ekki hrósa neinu, þá mætti kannski segja hann. En hann hefur skrifað hrifningarfulla dóma og gagnrýnandi verður að geta hrifist. Hann verður... Já, ef þú getur ekki setið í leikhúsi og heillast af einhverju sem þú ert að horfa á og fundið einhverja tilfinningar, þá náttúrulega ertu ekki á réttum stað. Það er náttúrulega það sem þú verður að geta komið yfir til fólks, það er þessi upplifun sem þú verður fyrir ef ekkert heillaði lengur í bókmenntum eða leikhúsi þá er bara best að fara að gera eitthvað annað. Menningarlegt kaldlendi. Já. Getur kallað það. Það getur auðvitað komið tímabil kannski, það sem maður er eitthvað þyngri eða eitthvað svona, þú veist, ég veit það ekki, en maður finnur það strax þegar það er einhver svona kjarni og ástríða í því sem maður annarkvort les eða horfir á eða skrifar. Nú er auðvitað svona gósentíð gagnrýnenda. Og það má segja leikhúsi líka það er verið að setja upp jólasýningar og annað sem að fara núna af stað bækurnar, það eru allir rithöfundarnir að koma af stað reyndar að Kiljan þannig að það er alltaf sömu höfundarnir sem komast í drottningaviðtölum byrjar eina ferðina við þekkjum það nú, Hallgrímur Helgason með sitt fasta slott og Gerður Kristný og hvernig þetta er haltu bara áfram að telja en svona er þetta, við erum sammála það þó þú vil ekki viðurkenna hérna í mynd segið mér hvað er svona eftirtektarverðast af því sem að þið hafa verið að rýna í að undanförnu á ykkar sviði hvar eru svona gimsteinar eða eitthvað sem að fólk á virkilega leggja sig eftir Skáldsagan kom mest ávart og ég held mest upp á fyrir þessi jól er Þú sem ert á jörðu eftir Nínu Ólafsdóttur sem býr á Akureyri og er framtíðarsaga og ótrúlega vel gerð og mögnusaga og ég er svo ánægð þegar maður hittir lesendur og segja, heyrðu, já, ég var að lesa þessa bók, mér finnst hún algjörlega frábær. Svo verð ég að nefna Andra Snæ með bók sína blokkirnar og skrýmslin sem verðum byggja hérna. Já, nýútkomin. Stutt og mjög snjöll. Já, ég held að ég hafi ítt svolítið við hana þegar ég var að fara yfir það hvað hann hefur lítið gefið út. Hún kom bara út held ég 2 vikum seinna. Ég held að hann hafi bara drifið þetta í gegn kallinn. Stundu velti ég fyrir mig, Stefán, hvað þú ert að gera. En Já, í leikhúsinu, ég meina það er náttúrulega kannski það sem aðal umræðan hefur snúist síðustu vikur er þessi Hamlet-sýning í Borgarleikhúsinu. Og það er til dæmis sýning sem ég gaf ekkert sérstaklega góða dóma og hefur verið svolítið svona tekist á en ég myndi alveg segja fyrir þá sem hafa áhuga og langar að koma að staði hvað hefur þessi umræða snúist, er þessi sýning
slæmi eða góð eins og þessu með hinum finnst að þá var það kannski svona svo sýning sem hefur verið mest milli tannanna á fólki núna og ég meina þó ég hef ekki gefið henni margar stjörnur þá get ég samt alveg sagt bara endilega kíkja á það ef þið hafi áhuga á þessu, þetta eitthvað nýtt og ögrandi og það þá fólk getur bara metið það sjálft hver þeirra skoðun á því Eða gamalt og ögrandi í nýju búning. Já, svo mjög gaman líka og mér fannst mjög skemmtilegt daginn, ég fór í Tjarnabíó á Jónsmessuna til Draum eftir Shakespeare. Það svona lítill geimsteinn líka að lífið ekki bara Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið, þótt við festum stundum í því gagnrýnendurnir. Maður þarf aðeins að horfa í kringu sig og það var virkilega skemmtileg sýning hjá leikhópnum Silfurskeiðin sem í frábæri þýðingu Þórarins Eldjárns, alveg stórkostleg þýðing. Silfurskeiðin nú aðallega stuðningslið Stjörnunnar í Garðabæ, en þetta ekki sami hópur. Nei, svo las ég var að segja þér á því, ég las bókin hans sem hann þýðir, hann frændi minn Ólafur Haukur, bókin Ekkert. Já. Þetta er Jane Teller, dönsk bók sem var við spönnuð í Danmörku þegar hann kom út. Hann hefur svo rockselst og svona óhugguleg unglingabók. Og ég svona að reyna að fá samkennara mína til að meta það hvort við getum nota hana í kennslu og en fjallar svona ögrandi þemu sem eru tilgangsleysið. Ekkert. Hefur eitthvað tilgang, hefur eitthvað þýðingu svona á tímum þar sem við seljum einhvern veginn allt sem okkur heilagast. Tómhyggja. Já, og það svolítið ögrandi í þeirri bók að hreinlega að sjá svona hvert það getur leitt okkur. Þetta var einandi ungt fólk. Mér langar nú líka til að nefna þessa frábæru þýðingu Jóns Þórs Þór á Helförinni sem við erum að taka fyrir í bókaklúbbnum. Ég ætla að setjast niður miðvikudagskvöldið í næstu viku með Þór Whitehead sem nú manna fróðastur þetta tímabil. Þetta algjörlega yfirgengileg lesning. Þetta bókin sem ég ætla að lesa jólin. Já, gleðileg jól. Já. Nei, Helförin má alls ekki gleymast. Hún má ekki gleymast og hún maður hefur lesið mikið seinni heimsstyrjöldina og þessa atburði en þessum höfundi tekst á snilldarlegan hátt á rúmlega 400 síðum að ramma þetta inn og þennan óhugnað sem að ég held að hann eigi sér enga hliðstæðu. Nei. Það voru mjög áhrifamiklar bækurnar, hvað Antoni Beevor, akkurat, sem skrifaði Berlín og Stalingrad. Það rosalega bækur, Þegar ég las þær bækur, sérstaklega Stalingrad bókina, það var svona eins og opnaðist einhver gluggi inn í þennan tíma og þetta stríð sem hreinlega maður valla trúði því þegar maður fletti blaðsíðunum, hversu ógulegt þetta og ég er spenntur að kíkja á þessa. Hversu mikið getur grimmdin orðið? Já, þetta eiginlega svona tími sem það má aldrei gleyma þessu þetta má ekki liggja í þögninni. Þeir sátu á svikráðum gegn veröldinni nasistarnir og á tímabili voru þeir að leggja áætlanir sem að fjallað í bókinni að komast í vesturhéruð Sovétríkjanna og þeir gerðu sér grein fyrir því og voru búin að reikna þá út að þessar aðgerðir myndur sennilega leiða til þess að 10 milljóna manna myndur svelta til dauða og þeir gerðu það samt. Og maður velti fyrir sér hvers konar grimmd þarf að búa í hjörtu mannanna til þess að láta sér þetta í hug og svo hrinda því í framkvæmd. Fréttir aðrar í vikunni, hvað finnst ykkur standa svona upp úr? Já, Evrópusambandi hefur svona sýnt klærnar, eða það ekki eina fréttum vikunnar og Hólbrún nú hrifin af því, hún nú svona Evrópusambandi. Mér finnst þetta nú bara að sýna að okkur væri bara vel borgið innan Evrópusambandsins. Já. Af hverju finnst þér það? Ég held að bara blasi við að við eigum þar heima. Við eigum heima þar með þessum þjóðum sem að við eigum í svo miklum samskiptum við. Og við eigum ekki alltaf, við erum svo gefin fyrir einangra okkur en alltaf samt, ég ætla samt að fá þennan poka frá ykkur. Við erum einfallega óskættir því að eiga í frjálsum viðskiptum við aðrar Evrópuþjóðir. Finnst þér heppilegt að við séum að taka yfir okkur allt þetta reglugerðarfargan sem að reynir í stóru og smáu að setja yfir þína ramma? Já, Stefán Einar, mér finnst það. Þér finnst það? Já, mér finnst það, já. Það er bara mín skoðun. Við erum ósammála það. Ég svolítið líti á þetta, það var einn frétt sem ég rak augun í gær sem fjallaði að Finnar eru búin að klára 160 kílómetra af 200 kílómetra vegg þar sem þeir eru að loka landamærunum sínum að Rússlandi. Svaðaleg framkvæmd og það náttúrulega kannski svona ákveðin nævismi í gangi svona varandi bara stöðuna í heimsmálunum að halda það að gera ekkert
sé einhvers konar stefna þegar við erum að horfa á svona raunverulega innrásastríðin í Evrópu og ógnin úr austri og allar þessar tollastríð og hvað sem það er. Þannig að ég held að svona að partur af þeirri heimsmynd, það allir að gera eitthvað, hvort sem að byggja einhverja 200 kilometra varnarmúra eða Þjóðverjar að auka við hermátt sinn eða allir að taka sig einhvern veginn saman. Þar af leiðir að þá verður við náttúrulega á Íslandi að hafa eitthvað plan líka og það plan gæti verið að fara í Evrópusambandi og segja bara að þessum tími núna okkur best borgið þar, það öruggast. Enga vörn að finna í því. En ég sé að það samt plan. En ef við gerum það ekki, þá verðum við náttúrulega að hafa eitthvað annað plan. Þannig að það kannski það sem maður hefur heyrt minna af hjá svona andstæðingunum hvað planið þá nákvæmlega Það var ekki Snorri Másson í gær, hann var að tala að hafa samband við einhverja prófessora eða einhverja sérfræðinga, að það var í planið þeirra. En svona, þið veit ég, þetta þarf... Þú vísa í þáttinn okkar á miðvikudaginn, þar sem við vorum að ræða við Dagbjörtu Hákonardóttur. Já, það ekki, ég var að tala Þar verið að tala hagsmunagæsluna gagnvart Evrópusambandinu sem þetta beit okkur núna þvingurinn að. En ég segi bara svona, þú veist, ég hef kannski sjálfur ekkert svona alveg afgerandi skoðun á því hvort það ættum að fara í Evrópusambandið að standa fyrir utan. En það greinilega allir að gera eitthvað. Það verið að byggja múra, það verið að auka við hernaðarmáttin, það verið að taka sig saman. Ég held að það þurfi bara svona kannski raunverulegri umræða á Íslandi bara hversu alvarlegt þetta Þú veist, þetta ástand varðandi hvernig við höfum landamærin okkar, hvernig við verjum okkar hagsmuni og annað. Ef niðurstaðan og því samtali væri bara, Evrópusambandi við erum öruggust þar, þá væri það allavega einhver leið sem var hægt að fara. Talandi um landamæri, það varð þetta þessi uppákoma í vikunni þar sem að Palestínu-Arabi birtir upptöku á samfélagsmiðlum þar sem hann að veifa hættulegum skotvopnum sem að reyndar síðan komið ljósa voru gerfi eða feik. Erum við ekki einmitt bara að finna okkur núna óforvarendis í þeim sama veruleika og margar Evrópuþjóðir eru að glíma við og ráða bara ekki neitt við neitt? Ég veit það nú ekki beint, en svona athæði verður náttúrulega stoppað, þótt allt verið gerfi, þá það sama, þetta ákveðin ögrun, það verið sína ákveðina hegðunarna sem við getum ekki samþykkt og við verðum að passa það okkar reglur, okkar lög, gildi í þessu landi. Það þýðir ekki það að við höfnum innflytjendum, engan hátt, en við getum ekki verið einhvern veginn að svona færa út mörkin, bara því að... Með svo kallari inngildingu. Já, sem þetta orð sem ég hef anstigð á og vil alls ekki nota. Það eitt af þessu nýjunum sem ég mig hryllir við. Það hugtak sem að lýsir ákveðinni aðferðafræði, félagsverkfræði eins konar. Þarna held ég við séum sammála, Stefán. Já, aldrei þessu vant. Við kannski erum að klippa þetta út. Ég hef svolítið svona passað á því líka að því maður inn í svona þessu menntageira og annað og maður upplifir oft eins og í umræðinu menntagerfi að þar fólk gott að horfa á hlutina rosa mikið frá sér sjálfu, út frá einhverju svona einu sjónarhorni. Ég ætla að meta menntakerfið út frá upplifun minna á því hvort mínir nemendur séu duglegir að gera þetta eða hitt. Þetta auðvitað rosa þröngt sjónarhorn. Þú veist, maður veit ekki með eitt atvik þar sem einhver veifar byssu hversu maður getur metið allt ástandið. En ég held með þessa frétt sem var í vikunni bara varandi hversu mikill fjöldi hvað var það, 67% allara sem hafa flutt til Íslands. Það var ekki dómsmálaráðherra með einhverja skýrslu það í vikunni. Að við skerum okkur úr öðrum Evrópulöndum, bara varandi fjölda innflytjenda. Það þetta eitt sem maður hefur náttúrulega líka bara fundið í menntakerfinu og annars staðar að við höfum kannski ekki haft bara burði eða plan til að takast á við alla þennan fjölda. Menn segja, það að kenna þessu fólki íslensku, við bara höfum ekki mannafla, við erum ekki nóg mörg til þess að standa í því. En svo varandi svona einstaka glæpamenn, það voru náttúrulega Íslendingar sem fremja glæpi líka og að reyna neyða menn til að borga sér peninga og skilja það eftir á víðavangi og eitthvað svona eins og var í fréttum á dögunum, þannig að mér finnst ekki gott að horfa á þetta frá svona þröngu sjónarhorni, en klárlega þá þetta partur af þessari umræðu að það hefur ekkert verið neitt plan í þessum málum. Það hefur maður alveg fundið í menntakerfinu líka, að það hefur bara vantað svona einhverja skynsemi og hófstillingu. Hvað þarf að gera í menntakerfinu? Nú erum við með menntamálaráðherra sem algjörlega út á túni. Menn eru alveg í uppnámi með aðalnámskrána og maður að lesa þessa pappíra sem verið að leggja fram núna og þetta allt gjörsamlega óskiljanlegt. Þetta bara rugl. Já,
maður veit ekki hvað maður á að byrja. Það þetta, þú veist, margir staðir sem eitthvað, sko, í svona stóru myndinni, þá finnst mér eins og það svona einhver samfélagssáttmáli sem hafa einhvern veginn farið úr skorðum. Þú veist, til dæmis bara þegar það lögð niður stofnun, eitthvað sem heitir námsgagnastofnun sem býr til námsbækur. Þú veist, við erum að glíma við það kennarar að við fáum bara alla nýja námsbækur í hendunar. Það er svona þýðingar á efnir og svo erfiðar. Það var redda öllu bara með ljósutum og heftum og einhverju slíku. Það vantar algjörðan svona standard í til dæmis alla námsefnis útgáfu. Það er verið að kenna hérna starffræði með einhverjum eldgömlum bókum. En nú ætti þetta ekki að vera erfitt. Við erum bókað þjóð, við gefum út bækur og við erum með prentsmiðjur sem geta sinnt þessu og annað. Akkur ekki einhver sem tekur á sig rögg? Já, það að því ég held að svona þessi gamli veruleiki þegar þetta var undir höndu ríkisins og það var einhvers konar ríkisútgáfa, námsbóka og slíkt. Þegar þetta fært til sveitafélagarna og það var náttúrulega aldrei hugsað til enda, að þá verður einhvers konar svona brot í þessum sáttmálum það hvernig við viljum hafa skólakerfi. Standardin einhvern veginn lækkar á ákveðnu leyti. Og svo hefur náttúrulega í rauninni skólinn alltaf verið að þróast lengur og lengra frá því að áherslan sé á námið og þetta námslega yfir í það hvernig fólk upplifir sig og hvernig þið líður. Akkurat, já, og akkurat. Það er líka bara eitthvað sem við þurfum þá að ræða raunverulega, skiljiði. Þú veist það, það er náttúrulega kannski óþarf að ræða miklu púðri í nýja námsbækur þegar aðalmáli skiptir að þið líður bara vel. Já, og þú ætti ekki að læra létt hljóð utan að þau ert barna því að það er ítróðsla. Þú veist, það er alls konar svona áherslur og maður er furðu lostinn. Ég er aldrei gefin fyrir gamaldís klassíska menntun. Já, hún virkaði. Að því hún virkaði, já, og þegar það satt börnum verða að skilja ljóðin sem þau eru að læra utan að eða lesa. Algjört kjaftaði. Það var svo fjöldamart sem að skildi ekki ljóðum. Svo þegar maður kannski orðin 14-15 ára, já, þetta orð sem ég skildi þetta, það þýddi þetta. Það verður komið mér einna mest óvart í þessu kennarastarfi líka hversu svona mikill svona lítil áhersla og í rauninu svona ótti við svona tölfræðilegar upplýsingar Þið veitir, það náttúrulega, menn hafa talað bara varandi samrönduprófin þegar þau fara, það var náttúrulega svona einhvers konar svona gagnagrunnur námslega stöðu og hægt að ígrunda það milli skóla og sveitafélaga og annað. PISA-kannanirnar. Já, en þetta er alveg rosalega, sjáum við bara til dæmis eitt hugtak sem poppar alltaf upp umræðinu sem heitir einkunnaverðbólga. Stjörnuverðbólga. Já, þetta kemur upp svona reglulega, það sé einkunnaverðbólga, við séum að gefa allt mörgum nefndum B+ eða A eða eitthvað svoleiðis. Þetta er aldrei einhvern veginn sett bara fast niður, einkunnaverðbólga eða ekki. Og hvernig var þetta að gera það? Jú, það var þetta að safna saman einkunnum frá skólunum og sjá bara milli ára hefur þetta aukist, en það er ekki gert. Það er einhver ótti við upplýsingar, við svona tölfræðilegar upplýsingar. Það er farið til dæmis í iPad-væðingu á heilum sveitafélögum. En það er engar samanburðarrannsóknir gerðar það hefur námsárangur batnað eða versnað eftir að spjaldtölurnar komið. Það er enginn að pæla í því. Erum við betri í að skrifa eftir þetta komið? Erum við betri í fingraskili? En nú erum við að sjá til dæmis í Vestmanni tilraunaverkefni sem eykur að því að auka læsi barna. Jú, en það er það sem ég var að tala áðan. Það er svona akkurat þegar við ætlar að meta hlutina út frá þínu eigin sjónarhorni. Auðvitað að mati þeirra sem búa til eitthvað svona verkefni, það sem allt hefur snúist það, hefur örugglega margt gott gerst í Vestmanni. En ef það ætti að meta þetta raunverulega, þá þyrfti náttúrulega að gera rannsókn á fleiri skólum og vera með samanburðarskóla og birta niðurstöður og skiljiði. En læsið hefur batnað. Þetta snýst að mæla læsið. Það hefur aukist. En myndi það aukast ef þetta væri gert annar staðar? Já, það kemur ekki í ljós nema menn reynið. Akkurat. Það er það sem vantar svolítið í þetta, að gera þessar tilraunir og halda utan tölfræði, finnst mér. Og ég held að samrænduprófin að þau voru náttúrulega ákveðið jafnað að tækja á sínu tíma og náttúrulega hugsað til þess að allir hefðu sama möguleika. Þú gast verið fátækur eða þú gast verið ríkur en þú fórst í sama próf og næsti maður. Það er allir jafna séns. Hvernig er þetta núna? Þetta snýst voða mikið það hvort áttu foreldra sem senda e-maila á kennarann eða óska eftir þessu eða eru nú frekir eða skiljið hvað ég vil. Þú veist, það er búið að taka þetta jöfnunartæki í burtu og ég er ekki að segja að samrænduprófin séu endalegt svar við vandamálum í menntakerfinu en við erum alltaf öfgafull að fara úr einn átt yfir í aðra. Við förum einhvern veginn úr samrænduprófum og þá förum við bara algjörlega í hinn áttina. Það sem er bara engin ekkert samrænd og skiljiði.
þú veist, það vantar hófstillingu og fara einhvern veginn miðjuveginn. Þannig að niðurstaðan í þessu samtali svo að þú vilt fá samvættuprófun og þú vilt endurprenta skólaljóðin. Gömlu skólaljóðin, þetta eina bókin úr, reynda fyrir þetta gagn og gaman sem að ég á síðan í barnaskóla. Ég á gamla inntækið. Ég lærði ljóð utan að, ég elska þessi ljóð þegar það fyllt mér alla ævi. En bláu skólaljóðu, nei, það má ekki nota hana. Þetta með ljóðin eins og bænir. Þetta klassísk bók, Lítið látur, ljúfur kátur, leik þeir eigu máta, vara slátur, henni spjátur, heimski menn sér státur. Sér Hallgrímur. Eitthvað í þess átt. Ég treysti því að þið haldið ykkar góðu störfum áfram, gagnrýnið af festu. Meðan við verðum ekki rekin, já. Nei, ég held að það sé engin hætt á því. Og pistlarnir þínir á sunnudöfum vekja eina mikla athygli líka. Einhver tónn í þessu, Stefán? Nei, mér finnst margir þessum pislum alveg kólaómögulegir. Aðrir eru góðir, en þetta vekur eftirtekt og þetta sannar þetta líka hvað mogginn hefur mikla breytt. Það halda allir að þetta sé einhver einstreymisloki, en hann er það ekki. Hérna fær fólk eins og þú að sprikla. Ég verð að segja eitt moggan og ég reyndi að koma þessu svolítið á framfæri þegar ég var á samstöðunum daginn þá reyndi ég að tala svolítið mikið á Morgunblaðið. Þér hefur ekki verið boðið þangað aftur. Ég nefnilega hef lagt í að vera áskrifandi að Morgunblaðinu. Og mér finnst það rosa mikilvægt það sem ég hef verið að nota ég að láta strákarna mína lesa úr blaði. Og þetta svo allt annar heimur og þetta svo sorglegt hvernig þetta hefur einhvern veginn farið í burtu frá okkur, þessi góði velskrifaði texti sem blöð eru. Ég átti nú ömmu sem klippti allt út úr Morgunblaðinu og var að láta mann lesa síðan gamlar greinar fyrir svefnin en mér finnst ótrúlega flott að svona Morgunblaðið það lifir ennþá og það mikið af flottum greinum í þessu sem ég bæði læt strákunum lesa og nefndum mína. Það skiptir máli í fjölmiðlum sem að við upplifum ekki endilega eins á vefsíðunum sem við þekkjum vel. En það strúktúr á fjölmiðlum. Hvernig þeir byggja upp umfjöllun sína. Þannig að menn ganga því dag eftir dag hvernig síða 2, 4, 6 og 8 eru. Svo aftar í blaðinu eru fastir liðir hvort sem það er ættfræði, menningargagnrýni og annað þeim úr. Dagblað er líka bara gluggi inn í samfélagið. Og það sem ég finn svolítið eins og þegar þú ert einblínir alltaf á þinn netveruleika þá þrengist heimurinn svo óbúslega mikið. Það sem ég skemmtilegt þegar strákarnir mínir hafa verið að fletta eins og Morgunblaðinu þá kemur alltaf inn, það er bókahátíð barnanna út á Granda, pabbi, getur við kíkt þangað? Eða það er þetta gerast þarna, það eru tónleikar. Þessu er ekki haldið endilega að okkur ef við erum bara inn á einhverjum vefsíðum. Þetta er það sem maður fekk í gamla daga, það var partur af deginum að fletti gegnum blaðið og sjá svona hvað er efst á baugi. Ég held í ljósi starfsemi fjölmiðlanefndar, þá sé rétt að taka fram að þetta er ekki kostuð umfjöllun. Nei, þetta er bara... Símon Birgisson og Kolbrún Bergþórsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna, gaman að spjalla við ykkur bæði tvö. Við erum hins vegar ekki hætt hér á vettvangi spursmála, því að handan við hornið er viðtal mitt við Guðmund Fertram Sigurjónsson. Hann stofnaði Keresis á sínum tíma, það er fyrirtæki sem er að breyta heiminum. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Líf. Hversu spennandi er að taka líf í burtu? Í mínu tilfelli er morð ekki glæpur, heldur list. Líf, eftir Reyni Gretarsson. Skerðu fetuna af útgjöldunum. Kardió, einfaldari útgjöld. Hinn helga kvöl. Stefán Máni hefur aldrei verið betri. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Við þökkum viðmælandum okkar fyrir yfirferðin á fréttum vikunar og ekki síst auðvitað dómunum sem að verður að fella þessa dagana bæði yfir leikhúsverkum, bókum og öðru slíkum. Það er mikilvægt að hafa fólk sem að horfir gagnrýnum augum á samfélagið. Ég er komin hingað í settið með eitt slíkan.
Það Guðmundur Fertram Sigurjónsson sem stofnaði Keresis á sínum tíma, fyrirtæki sem við þekkjum frá Ísafirði sem hefur gert garðinn frægan í lækningavörum af sérstæðu tagi og ég ætla að ræða hérna við næstu mínúturnar fyrirtækið og ýmislegt svona sem tengist því. Blessaður og sæll. Seldu. Þú erum ekki að koma í fyrsta sinn til okkar svo sem, við höfum rætt við Keresis og þetta mikla ævintýri sem það fyrirtæki en eiginlega ástæði fyrir því að ég fæði hingað núna eru fréttir sem við höfum af verkefni sem þið hefur verið að sinna í Úkraínu. Getur þú sagt mér undan og ofan af því? Já, það hefur verið afskaplega skemmtileg vegferð og alveg greiðlega bara mögnuð vegferð. En náttúrulega róð okkar notað í alls konar sár, meðal annars í sprengjusár og brunasár. Og það náttúrulega mikil þörf fyrir svoleiðis tækni í Úkraínu en hins vegar ástandið þannig í Úkraínu að það ekki svona rétt umhverfi þar til að koma með nýja tækni í sjúkrahúsinu. Það allt svona undir mikilli pressu, það mikið álag á lækna og þegar læknar og heilbrigðiskerfið undir álagi þá menn ekki að fara að svona prófa sig áfram og læra á nýja tækni. Þannig að þetta svolítið svona catch-22 hvernig var það mikið þörf fyrir tæknin okkar en ekki rétti tímapunkturinn fyrir lækna að vera að setja sig inn í nýja tækni. Það flöskuháls bara út af þessum ægilegu aðstæðum? Já, akkurat. Þannig að menn eru bara gríðarlega erfiðum aðstæðum þarna. En við höfum verið í samstarfi, við höfum tekið þátt í að koma vörum á svona átakasvæði áður og Hilmar Kjartansson læknir sem var í meðstofnendahópi Keresis, hann hafði forgöngu það í Nagorno-Karabakh til dæmis. Þar gáfum við vörur, en þá hafa verið þannig að maður þarf að senda lækni með. Það þá lækni sem fer með vöruna og fer inn í aðgerðarherbyggið og vinnur með læknunum og kennir þeim að nota vöruna á staðnum. Og þá með þeirri aðferð þá getum við komið og hjálpað. Það ekki rétti tíminn þegar svona átakatímar að senda vörur bara með FedEx og gera svo ráð fyrir að lækninni fari bara að nota hana. Það virkar ekki þannig. Og þetta höfum við líka gert í Úkraínu. Þá höfum við verið í samstarfi við lækni sem heitir Stephen Jeffrey sem breskur herbrunarlæknir sem komin á eftirlaun og hefur verið að fara í svona svokallar missions til Úkraínu og hann hefur farið með vörun okkar. Og svo var líka haft samband við okkur frá bandarísku lækni í Oklahoma í háskóla þar sem að hann búin út í prógram eða hafði reyndar áhuga á því að búa til prógram þar sem hann myndi fljúga læknum frá Úkraínu til Bandaríkjanna og þjálfa þá í Bandaríkjunum. Og við höfum stutt það prógram frá upphafi bæði með því að skaffa lækna til að taka þátt í þjálfuninni í Bandaríkjunum og líka með að gefa vörur. Ég held að framlagið okkar núna sé komið vel yfir milljarð króna. Og þetta virkar þannig að þetta eru framlínulæknar sem flogið til Bandaríkjanna og þeir eru þar í 3 vikur og fá þjálfun í svona reconstructive surgery, endurbyggingar skurðaðgerðum í spítalunum, þá bæði hjá bæklunarlæknum, í brunalæknum, æðaskurðlæknum og læra að vinna með efnið okkar og aðrar svona aðferðir sem gagnast vel og eru notaðar af bandarískum læknum og bandarískum herlæknum en hafa kannski ekki náð svona inn til Úkraínu. Og ég fór þarna, farið þarna nokkrum sinnum og þegar hafa verið hópar að koma og þetta alveg magnað að vera þarna og hún var þarna með mér síðast hún Svanhildur, sendherra Íslands í Bandaríkjunum og við áttum afskaplega mikilvægan dag þar eða daga þar sem við hittum þessa herrlækna og hittum læknuna sem að taka á móti þeim og þetta var alveg afskaplega átakanlegt bæði að heyra sjúklingana en svo bara hitta þessa lækna vegna þess að þessi læknar, þetta allt ungt fólk 26 ára gamalt 28 ára gamalt fólk sem nýbúið að klára læknaháskóla í Úkraínu og skráð í herinn út af herskildinni og sent svo bara beinlinis á framlínuna og þar sem að það að meðhöndla stórskaðaða borgara og hermenn sem margir deyja sinna deyjandi fólki og náttúrulega vonandi oftast fólk sem tekst að bjarga og
fá að hitta þetta fólk og tala við það og skynja svona þeirra lífsreynslu var alveg magnað og svo náttúrulega að fá að styðja þetta verkefni fjárhagslega og með efnin okkar var bara alveg gríðarlega mikið lífsreynsla. Og er þessi vara eða íslenska þorskroði, það að nýtast fólki sem að verða fyrir þessum sprengjum, þessum bruna, limlestingum, ýmiss konar? Já, það er nýtt í tvennum tilgangi. Það er þá annars vegar þegar fólk er nýorðið fyrir brunaskaða, að þá er hægt að taka roðið og setja það beint á sárið meðan að verða að flytja sjúklinginn á sjúkrahús. Það er bara strax eftir bruna? Já, bara strax. Og þá hermir raunverulega roð okkar eftir bara líkamshúð og bara skýlir sárinu. Minnkar útgófun, minnkar verki og stabiliserar sjúklinginn. Það sem er notað, til dæmis ef fólk lendir í alvarlegu brunaslýsi í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum, til dæmis bílslýsi, svo það kviknar í bílnum, að þá er oft lögð líkhúð á sár bara alveg strax. Það minnkar verki og eykur lífslíkur sjúklingsins. Líkhúð er húð af látnu fólki. Já, það er ekki jafn slemmt og hljómar, en þá er það þannig að í Bandaríkjunum að ef maður er með þannig merkingu ökuskírteini sinu, að þá er maður líffæragjafi og þá er ekki þannig að maður sé alveg af skinnaður, heldur er bara tekin svona rönd á bakinu á manni sem er síðan notuð í svona aðgerðum. Þannig að maður er ekki afhúðaður og það er hægt að nota roðið í sama tilgangi. En svo er annar sem er megin notkunarsviðið fyrir roðið og það sem er aðalega verið að nota roðið í sívaxandi mæli allan heim, að þá er sjúklingurinn kominn inn á sjúkrahúsið til læknis, er búið að stabilisera hann og þá er dauðahúðin skorin í burtu, sárið hreinsað og gert blæðandi og svo er sáraroðið lagt ofan í sárið og þá skríða heilbrigðar frumur frá sárabörmunum inn í roð og breyta roðin í húð og það er alveg sárumbúð ofan á. Þannig að það er þessari tveir notkunarmöguleikar fyrir roðið, annars vegar til að stabilisera sjúklinginn strax og svo til að hjálpa til við að græða sárið síðanir. Fyrstu vörurnar sem að maður sá frá ykkur berum augum var einmitt roðið, jafnvel dálítið í laginu svona eins og ef maður horfir á fiskiprófíl. Ég hef séð líka í heimsókn vestur það sem er kallað upp á ensku fyrir tunnel wounds eða rörsár. Maður myndi nú halda að það myndi nýtast einmitt gagnvart fólki sem hefur orðið fyrir byssuskotum. Já, einmitt. Við erum með roðið í alls konar formamyndum, við erum með það bara á nokkra gata, bara heilt. Svo erum við það líka það sem er búið að setja svona göt, þannig að maður getur svona dreigað út. Og svo erum við með það líka í það sem er búið að mala það niður. Þá er það einmitt að setja inn í þá í bæði legusár sem er oft undir húðinni og svo líka í svona ójafnar uppsár þar sem eru mikilvæg glöfur upp og niður og þá er þetta sárið hreinsað, duftið sett ofan í, svo jafnvel heilt sáruð ofan á og svo sárumbúð ofan á. Og svo en þetta er oft mjög stór sár, eftir svona byssukúlusár, þetta rífur oft hlut af líkamanum með sér. Þetta er ekki svona eins og maður sér í bíómyndum, þetta er svona snirtilegt gat, oft er þetta bara hluta, þetta eru kúlur sem snúast og það rífa hluta líkamanum með sér. Tæta fólk í sig alveg. Já. Ég spyr kannski út frá læknunum í Úkraínu og annað, fólk hlýtur að vera eins og við mörg sem höfum kynnt okkur þetta á síðustu árum, orðlaust yfir því að það skuli virka að nota skinn af íslensku þorski, ef hægt er að kalla hann íslenskan, hann er ekki með ríkisfang, hann veitur íslensku lögsögu. Einhver sagði að þorskurinn ætti sig sjálfur? Já, það góði menn hafa haldið því fram. Þetta er auðvitað allt hið undarlegasta málirun, að þetta skuli virka. Já, og þetta er bara alveg magnað að þetta skuli virka svona vel og líka bara svona lífeðlisfræðilega að roð og þorski skuli vera svona líkt og mannshúð með sömu þykkt og sömu eiginleika, sömu efnasamsetningu. Það er náttúrulega kannski þess vegna sem að roðið hefur kannski ekki verið notað áður fyrir að keresis var til að fiskurinn lítur svo öðruvísi út og fólk bara einhvern veginn áleitar sjálfkrafa
að roðið að húðin sé allt öðruvísi. En svo það bara þannig í þróunarsögunni að þá hefur höfuðið breyst og komið fætur og líffæri en raunverulega mannshúðin alveg eins og fiskhúð nema hreistrið hefur þróast í hár á komununum. Vöruþróun, við tölum svona ólíka vörur, þið eru reglulega líka að kynna og maður sér það bara á Instagram hjá okkur, framþróun í þessum vörum. Hvað svona helst að gerast? Hvar sjáu þið tækifærin að því leyti sem þú getur tjáðu það? Einmitt. Já, nú var svolítið breyting hjá mér fyrir 2 mánuðum síðan, þannig að þá saminaðist Kerecis sára svið koloplast. Þannig að núna raunverulega Kerecis ekki bara þorskroðsfyrirtæki heldur líka að selja venjulegar sárumbúðir út allan heim og þetta cirka 15% af veltu koloplast. Þetta starfsemi í cirka 30 löndum og þannig að nú vöruþróunin náttúrulega í roðinu og þar erum við með alls konar nýjungar. Við erum að koma með roð á silikon og á svona svamp eða fóm. Þannig að þegar þú setur roðið í og þá þar getur sett í minni sár, það getur sett roðið beint í sárið en með sárumbúðinni sambyðri. Þannig að það ekki fyrst að setja roðið og fara svo að taka aðra pækning og setja sárumbúð ofan, heldur það allt byggt í eina lausn sem hendar á lítil sár. En svo erum við núna komin með svo ég sletti portfólíu af venjulegum sárumbúðum og vörúrval, já, sem mjög erfitt, erfiður geiri. Það mikil samkeppni að þessar sárumbúðir það var alltaf erfitt að búa þær til en núna eru þessar svona venjulegu sárumbúðir sem að sér orðin bara svona auðvelt að framleiða, þannig að það mikil ný samkeppni að koma inn á þennan markað fyrir sárumbúðir. Þannig að nú er þetta gríðarlega mikilvægt fyrir Kerecis og Koloplast að við náum að taka roðið og setja inn á þessa markaði sem eru svona undir pressu frá samkeppna nýjum ódýrum sárumbúðum frá Asíu. Þannig að roði verður notað í almennari sárumbúðir myndur að halda? Já. Til þess að gera vöruna betri? Já, þannig að þá erum við að taka þessar venjulegu sárumbúðir og þróa þær áfram og búa til svona vörur sem eru þá samsettar bæði með roði og þessum traditional polyurethane sárumbúðum. En þetta samt ekki svona, þetta talist flókið vegna þess að við viljum náttúrulega sárumbúðirnar eru seldar fyrir kannski 7 evrur stykkið. Roðið hjá okkur talsvert dýrari vara og við viljum ekki og raunverulega gengur það ekki upp fjárhagslega að selja roðið fyrir 7 evrur. Þannig að þessar nýju vörur sem við erum búið til að þær eru alltaf dýrar og flóknar og fyrir þá sár sem ekki hefur tekist að meðhandla með svona venjulegum ódýrum sárum. Þegar sárið ekki að bregðast við sem venjulegum meðhandlum. Ég man að þú sagðir einhvern tíðan í viðtali að heimsframleiðslan á roðinu væri þó ekki meira svo að það dygði að fá einn frystitogari land með góðan afla til þess að anna þörfinni fyrir heilt ár. Þegar þið útvíkið vöru frambúð með þessum hætti, þá hlýtur þörfin fyrir hráefnið að aukast stórum. Jú, það eykst, en samt núna í ár þá líklega fiskur úr sjó slægður eru kannski 20 tonn, 40 kör sem eru notið í ár. Það allt rund. Já, þannig að þetta þú veist, við getum orðið fleiri $1 milljard fyrirtækja og með alltaf sáruðum allan heim og samt myndi ekki sjá högg á vatni. Þið myndu aldrei lendi í samkeppni við aðra þetta hráefni því að það fer að öðrum kosti í svo ódýra framleiðslu. Jú, einmitt. Lágframleiðar. Já, annarkot að kasta eða notaði fiskimjöl. Þannig að Það var mikið rætt þegar þið seldu Kerecis, margir óttust að þá myndi fyrirtæki fara á landi. Þú hefur lýst í yfir hvernig staðan á Ísafirði og svona þessi sérhæfingu öll sömul réttindi sem þið hafið frá FDA valdi því að það var erfitt. Ertu ennþá svona vissið þinni sök það að þessi framleiðsla muni verða til staðar á Ísafirði? Já, það er ég en vissari það núna en fyrir. Þessar sárumbúðir sem Koloplast er að framleiða, það eru framleiddar í Ungverjalandi, reyndar bara í 40 km fjarlægð frá landamærunum til Úkraínu, til gamans að segja það.
En þetta allt öðruvísi framleiðsla. Þannig verið að framleiða vörur í milljóna eða 20 milljóna tali sem mjög ódýrar í gríðarlega stórum framleiðslu einingum. Þetta er svo jafnbrautalest, þetta er svo stórar flóknar framleiðslulínur. Þetta allt annað en verið að gera í Keresis þar sem efnið blautt, það verið að hreinsa hreistrið í litlu bötsum, allt í svona miklu sterkara, meira gæða eftirlit hjá Keresis vegna þess að þetta er náttúruleg vara, það þarf að fylgjast miklu betur með því en þú átt með einhverja stranga af syntetískum polýúretanefnum og svoleiðis. Þannig að ég sé þannig ekki fyrir mér og raunverulega er bara talsverður vöxtur í framleiðslunni fyrir vestan. Við erum að bæta við okkur framleiðslulínum og við erum að fara þar að byggja nýtt húsnæði og það gengur bara afskaplega vel. Mikil fjárfesting framöndan? Já, talsvert. Þið náðu þessu leyfi í gegnum FDA, það hefur högt mikið í sambandi við alvoteknir í Vatnsmýri, maður hefur einhvern veginn haldið að það veri algjörlega kolómögulegt að leysa þetta vestur í Ísafirði ef þetta er erfitt á vísindagörðunum í hjarta Reykjavíkur. Já, en það var nú samt að koma fram það sem við erum að gera í lækningatæki, medical device, en í alvotek að gera svo kallað biologics sem flokkast undir lyf og þar eru standardarnir ennþá herri en hjá okkur. En þetta snýst allt samt í svona lækningatækja og lyfjaframleiðslu þá snýst þetta voða mikið um hreinlæti, fylgja verkferlum og svona slavískan máta þá maður ekkert útarbregða og ég held bara eins og ég alvotek að það tekur bara tíma að ná svona aga í kringu svona verkferla, ég ekki neinum vafum það að það mun takast hjá þeim eins og hefur tekist með núverandi framleiðsluna þeirra sem er samþykkt. Nú þegar. Já. Þú stofnar Keresis á sín tíma, svo berast þessi tíðindi fyrir all nokkrum misserum að þið seljið fyrirtækið fyrir yfir $1 milljarð. Þú síðan orðin einn af framkvæmdastjórum Coloplast sem er kaupandinn, þó að þú seldir öll bréfin í Keresis á sín tíma veit ég. Það var ekki sjálfgefið að þú myndir fylla þessa braut að fara að selja annars konar og framleiða annars konar sáraumbúðir. Nei, og það var þannig að þegar ég seldi Keresis að þá var ég að skuldbinda mig til að vera 2 ár áfram í fyrirtækinu. Og sá tími endaði núna 30. júlí og þannig að ég gæti verið núna að spila golf einhvers staðar eða vera á Sólarströnd. Hawaii. Já, en málið er bara það að ég spila ekki golf og ég finnst ekki sérstaklega gaman að liggja á Sólarströnd og ég hef bara afskaplega gaman að því sem ég er að gera í dag. En svo er það líka þannig að það gengur ekkit rosalega vel hjá Coloplast. Að Coloplast er svona stórt, þunglamlegt fyrirtæki og megintekjurnar hjá Coloplast eru að selja stómapoka og þvagleggi og það eru cirka 85% af tekjunum og það er bara gríðarlega mikil aukin samkeppni. Það er að koma alls konar vörur frá Asíu og öðrum löndum og það er þess vegna sem mann fari í þessa kaupvegferð. Það er kaupa fyrirtæki sem hét Atos fyrir $4 milljarða fyrir nokkrum árum og svo Keresis fyrir 2 árum og af því að menn vita að það er aukin samkeppni í þessum upprunalega starfsemi fyrirtækisins og svo eru þessi fyrirtæki keypt og það gengur afskaplega vel hjá Atos og hjá Keresis. Við erum að selja eins mikið og gert ráð fyrir og svoleiðis. En það gengur svona í heildina liti gengur ekki vel hjá Coloplast þannig að hlutabréfaverðið hefur lækkað. Forstjórinn er farinn og það er svona högtir ýmislegt í félaginu og mér fannst einhvern veginn bara ómögulegt að sko fyrst það er bara svo mjög gaman sem ég er að gera og þetta er ákveðinleitin viss áskorun að vera núna og koma með allan þessa starfsemi allan heim en svo bara fannst mér bara að ég væri ekki alveg búin að afhenda það sem ég var að selja að ég vil mjög gjarnan og ég viss að það er raunin líka að kaupa Keresis fyrir þessa háu upphæð var besta ákvörðun sem að Coloplast hefur nokkurn tímann tekið og mjög arðbær ákvörðun og núna þegar það er forstjóralaust og fyrirtæki að fara í gegnum svona ákveðna endurskipulagningu þá bara fannst mér ekki rétti tími til að fara og hætta. Finnst ekki alveg búin að vera svona afhenda það sem var selt
til fyrirtækisins. Það eitthvað ógert í þeim efnum. Forstjórinn farinn, þeir eru að taka sér langan tíma í að ráða nýja forstjóra. Það ekki oft sem að maður sér menn halla sér aftur og taka heil og hálfu misserin í það. Já, en það var samt að segjast að sko að sá sem var stjórnarformaður, Lars Rasmussen, að hann var forstjóri á undan forstjóran sem hætti, alveg í 10 ár. Og svo var hann stjórnarformaður og núna er hann starfandi forstjóri. Þannig að og hann þekkir vel til innviða fyrirtækisins og þannig að raunverulega fyrirtæki er ekki forstjóralaust, þannig séð, hann er þar og þekkir fyrirtæki út og inn. Svo reyndar kom það nú fram daginn að hann ákvað að bjóða sig ekki áfram í áframhaldandi stjórnarsetu. Þannig að þegar að nýji forstjórinn kemur, þá mun hann hætta sem tímabundinn forstjóri, en hann var líka ganga úr stjórn fyrirtækisins. Eftir þá hafa verið um 40 ár í tengslum við fyrirtækið. Og það er kannski gaman að nefna það að þegar hann var forstjóri Coloplast, fyrir 16 árum síðan, þar til fyrir 6 árum síðan, að þá, ef ég man rétt, tífaldaði gengist fyrirtækisins. Þannig að undir hans stjórn, ég man ekki nákvæmlega hvað það er, en hann margfaldarði virði fyrirtækisins, þannig að þetta er gríðarlega hæfur maður. Kemur til greina að þú takir við þessu? Ég held ég hef spurt að þessu líka síðast. Nei, það held ég nú ekki. Og en það er búið að tilkynna hver verður stjórnarformaður. Það er forstjóri Lego sem er líklega svona árangurs farselasti forstjóri evrópsk fyrirtækis í dag. Hann er núna stjórnarformaður fyrirtækis sem á Össur eða Emblu og hann mun hætta því og taka við þessu stjórnarformaðsstöðu hjá Coloplast og það er smá tenging við hann líka, hann kom með svona óbeint að kaupunum í Kerecis 2022 sem til Lego keypti Kerecis. En þetta er að vera forstjóri svona fyrirtækis er mjög er langklaup og ég bara hef svo gaman að því að byggja upp eitthvað nýtt og svona þannig ég sé mér nú ekki í því svona hlutverki að vera að takast á eitthvað svona verkefni að endurskipuleggja og byggja eitthvað upp, endurbyggja eitthvað í geirum sem ég kannski hef eitthvað sérfræðingur, ég er engin sérfræðingur í stómapókum eða þvægleggjum eða slíku sem er svona vörur sem er verið svona commoditized. En ertu þá, þú ert auðvitað framkvæmdastjóri þarna, en ertu með í huganum eða á teikniborðinu fyrirtæki eða hugmyndir sem þú hyggst hrindi í framkvæmd? Já, núna er náttúrulega bara allur hugurinn við þetta verkefni sem ég er að sinna í dag og það er að sjá til þess að vöxtur Kerecis haldi áfram og að við náum meiri hraða og meiri veltu og vexti í sára umbúðar businessin. Þannig að það er það sem ég er bara að hugsa alla stundir en ég sé nú ekki þessu starfi fyrir mér verið þessu starfi að eilífu og ég bara hlakka til að koma aftur inn í svona nýsköpun umhverfi og það er afskaplega skemmtilegt að vera í nýsköpun og sé mig svona frekar því hlutverki frá meðstundir. Talandi nýsköpunar umhverfið, þú eru þetta mikla reynsla af því, byggir og Kerecis inn í kerfi sem er við lýði hér á landi. Hvernig horfir það við núna? Eru við með rétta jarðveginn fyrir þessa sprota til þess að verða stórum og miklum trjám eins og Kerecis og Össur og fleiri fyrirtæki af orðið? Svo Ísland hefur verið á svolítið mikilli vegferð. Það er verið að fara úr þessu framleiðslu hagkerfi yfir í þekkingarhagkerfi og það er ekkert sem gerir sjálfkrafa og þetta er á mikilli siglingu þessi umbreyting eða ég kannski ekki segja umbreyting heldur að bæta svona fleiri styrkum stóð við íslenskan efnahag, að vera ekki bara í framleiðsluhagkerfinu heldur bæta ofan á framleiðsluhagkerfið þekkingarhagkerfi og Ísland er með og hefur verið með afskaplega gott svona stuðningskerfi við þessa vegferð með tæknitrónusjóð og skattaafslætti og alls konar svona prógrum til að styðja við sprota og ég held að þetta við tekist alveg einstaklega vel á Íslandi og til dæmis þetta skattaafsláttar prógram fyrir þróunarkostnað hefur
hefur verið gríðarlega mikilvægt. Maður sér það bara hvernig hérna sprotar og þekkingarhagkerfi hefur tekið vöxt alltaf þegar það kerfi kom. Þannig að það er mjög mikilvægt að þessi skattaafsláttur haldi áfram vegna þess að skattaafsláttur er nefnilega tæki, hagstjórnum tæki til að fyrir stjórnvöld til að tryggja að þessi umbreyting eigi sér stað. Að það sé sé arbært og arbærara að vera með fyrirtæki þekkingarðinnaði en í framleiðsluhagkerfinu. Svo það sem er líka svo gott við þessa skattaafslátt er að til þess að fá skattaafslátt þá þarf að eiga pening til að gera eitthvað. Þú þarf að vera búin að frá fjárfestingu frá einkaaðilum til að fara í þróun eða uppbyggingu eða búa til eitthvað nýtt. Þannig að þú þarf að vera búin að fara í gegnum þetta test að það séu fjárfestar þarna úti sem vilja koma að fyrirtækinu og fjármagna hugmyndina þína. Og svo ferðu í gang með það verkefni og svo færðu ákveðin afslátt, skattaafslátt þegar það verkefni nær þróast áfram. Raunverulega, og svo ertu með á undan þess að með tækniþróunarsjóð, þar sem þú gerir umsókn og það eru hópur af embættismönnum og fólki sem metur umsóknina þína. Það er fyrsta skref, en þetta annars skref er þetta skattaafsláttskerfi þar sem þú færð peninga frá einkaaðilum til að fjármagna fyrirtækið þitt og svo færðu smá hjálp með þessum skattaafslætti. Og það er raunverulega gríðarlega mikilvægt vegna þess að þá raunverulega ertu búin að testa einkageirann, að einkageiranum lítist á þetta nýja verkefni. Og öll lönd í heiminum eru með svona skattaafsláttkerfi fyrir þróunarkostnað. Vegna þess að öll lönd í heiminum, Danmörk, Kanada, Bandaríkin, hvar sem er í vestrænan heimi, þau vilja einmitt styðja við þekkingarhagkerfið. Þar eru hærri laun, þar er mennta starfsfólk, þar eru ekki sveiflur sem tengjast framleiðsluhagkerfinu og þar er raunverulega verið að búa til nýja tækni sem styður við aukin lífsgæði og framþróun á samfélögunum. Það gerist ekki í framleiðsluhagkerfinu, þar sem menn eru að verka fisk eða í svona frumatvinnugreinum. Þróunin okkar til betra samfélags á sér stað í þekkingarhagkerfinu og þess vegna veita stjórnvöld ákveðna umbun þar sem þessi skattaafsláttur og færa þar með samfélagið inn í þátt aukum lífsgæðum. Og erum við að gera þetta nógu vel? Heldur að við getum við gert þetta einhvern veginn allt öðruvísu og hraða þessu ferli þetta? Já, það er kannski, það eru svona ákveðina neikvæðisraddir núna út af skattaafslættinum og ég veit að nýsköpunarfyrirtæki sem að treysta á þennan skattaafslátt og jafnvel eru búin að veðsetja hann til að reka sig út árið, það hefur verið svona breytingar í gangi í þessu skattaafsláttkerfi sem eru algjör óþarfi vegna þess að við sjáum bara hvernig þekkingarhagkerfið, aukning á störfum, tengdum fyrirtækjum eins og Össuri, Actavis, öllum þessum tölvugera, hvað það hefur verið gríðarlega mikil framleiðsla á nýjum störfum þar. Þannig að það er algjör óþarfi fyrir stjórnvöld að hafa áhyggjur á þessum skattaafslætti vegna þess að þessi skattaafslættur sem er raunverulega ekkert há prósenta, að hún kemur bara beint inn í ný störf. Þú getur séð beint þegar þetta skattaafsláttkerfi kom að þá eru til ný störf og þau halda áfram að koma hverju árið. Þetta skapar tekjur fyrir ríkissjóð í lok dags? Já, sjálfsögðu, með launaskatt og tryggingagjaldi og virðisaukaskatti og öllu því. Þannig að það er mikilvægt að stjórnvöld sé ekki einhvern veginn einblína á þennan skattstofn og líta þetta sem einhvers konar kostnað. Heldur er þetta raunverulega fjárfesting í þekkingarhagkerfi og betri lífsgæðum fyrir þjóðina. Talandi síðan skatta, það var tilkynnt ef ég man rétt í upphafi þess árs að Koloplast væri að kaupa einkaleyfa réttin allan út úr Keresis á Ísafirði og af því myndu skapast tugir milljarða í skattekjur fyrir ríkissjóð á komandi 6 árum ef ég man rétt. Er búið að greiða fyrstu greiðsluna þessu? Ég reyndar ákvað Koloplast að greiða þetta bara allt í einu, dreifast ekki á 6 ár, þannig að
Þannig að þessi greiðsla kemur á næsta ári í ríkissjóð og ég veit ekki hvort að stjórnvöld séu búin að gera ráð fyrir henni. Þetta náttúrulega stór upphæð, þetta eru 40 milljarðar sem sirka helmingurinn sem kostar að reka Landspítalann til dæmis. Myndi það ekki koma fram í fjárlögunum? Já, ég veit ekki, með tekju hliðinni þar. Það getur verið. Ég hugsa að það hafi ekki verið eins og við bara gerðum grein fyrir þessari greiðslu núna fyrir allan okkar bara í núverandi skattaframtali. Þetta eru 40.000 milljónir. Já, en þetta náttúrulega ástæða fyrir að Kóluplast að gera þetta svona. Það vegna þess að með þessu þá hægt að aðskila einkaleyfa verðmætin á vörunni sem við flytjum út frá Íslandi og hráefni sjálft. Það verður þetta aðskilja sem sagt físiska hlutan og hugverkahlutan. Þannig að þegar við komum til með að senda reikning Kerecis til dótturfyrirtækjanna okkar í Bandaríkjunum, að þá verður sá reikningur lægri í framtíðinni. Núna erum við kannski að rukka kannski 100 krónur, en framvegis þá munum við bara rukka 50 krónur og svo mun Kóluplast senda annar reikningu á 50 krónur. Þannig að í Bandaríkjunum eða hjá dótturfyrirtækjunum þá mun það samt borga 100 krónur en 50 fara til Íslands og svo 50 til Kóluplast grúppunum. Minni útflutningsverðmæti héðan beint. Já, en það sem náttúrulega gott þessi 40.000 milljónir eins og nefndir að þau koma strax. Þannig að þetta gott fyrir Ísland til skamstíma en til langstíma, þú reiknar næstu 100 árin að þá þetta, ég held alltaf gott fyrir Ísland en þá bara tekjuflæður yfir sig. Hvernig horfa aðstæður við þér núna? Það hafa orðið áföll í efnahagslífinu, ekki síst í framleiðslugreinunum. Player farið á hausinn og þar hættu götum. Þú varst gagnrýninn á þessi veiðigjalda áform og standa verið til frekari skattahækkanir. Erum við að fara að spyrna okkur upp af botninum eins og ástandið núna? Ég bara skil ekki hvernig stjórnvöld að hugsa vegna þess að stjórnvöld ætti náttúrulega vera að hugsa vöxt og skilirinn, rekstrarskilirinn fyrir fyrirtækinum og skapa stærra skattspor. Það náttúrulega það sem leyfa framtækin að tala. Náttúrulega þannig sem best að auka skatttekjur. Þannig að það var gríðarlega leiðilegt að sjá þetta veiðigjalda frumvarp núna og það svo mikilvægt að með þessi veiðilegagjaldinu að raunverulega þetta ekki, þetta náttúrulega skattur þannig séð, en þetta ekki veltuskattur, heldur þetta kostnaðarskattur. Þannig að þetta alveg eins og þetta að reka fiskvinnslu í dag, að þá verður bara dýrara fyrir að draga fiskinn úr sjó, vegna þess að það verður hærri greiðsla til ríkisins. Það ekki þannig að þú sést að skapa meiri verðmæti og svo sé veltuskattur sem koma á eins og venjuleg skattar, heldur þetta fer þetta beint á kostnaðarhliðina. Sem þýðir að þetta hefur miklu meiri áhrif strax á rekstraraðilann. Að kannski í staðan fyrir að kosti 40 milljónir að reka fyrirtæki þá kostar allt í einu 50. Og þá náttúrulega þegar kostnaðurinn eykst, hvað gerir maður þá? Þá þarf að spara einhvers staðar og það þýðir að menn eru þá fjárfesta minna, þú veist, menn farið ekki að mála húsið, menn ekki að kaupa nýjan framleiðsluútbúnað, menn ekki að kaupa ný leiðsögutæki eða fiskileitarsjár í fiskiskipið. Það þýðir bara að menn fjárfesta minna og það þýðir þá að verðmætin sem fyrirtæki skapar að það minnkar. Og sem þýðir það að skattekjan, veltuskattstekjurnar minnka líka. Þannig að skattfótsporið minnkar. Og það sem svo leiðilegt við þetta að þeir sem verða fyrir áhrifum á þessu ekki eigundur þessa fyrirtækja sem slíkir. Þeir sem verða fyrir áhrifunum strax, það eru rafvirkjarnir, það eru blikksmiðurinn, það fyrirtæki sem að selja fiskileitatækið. Það þeir sem verða fyrst varfið, það eru málararnir sem að sjáum að mála í þessum bæjarfélögum og þorpum. Þannig að þetta er gríðarlega óréttlátt og svona bara svona efnarslega órökrétt, finnst mér. Vond ákvörðun? Já, ég held að það eftir að sýna það, við höfum bara að sjá það núna næsta áratuginn, hvernig að verðmæti í svona sjávarútvegi munu minnka. Þetta kemur ekki
þetta kemur ekki strax í ljós, en þetta kemur bara í ljós þegar árin á næstu árum, þegar veltuaukningin mun hægja á veltuaukningu, arðgreiðslur munu minnka, en aðal áhrifin það sem mun ekki koma fram í ársreikningum þessara fyrirtækja. Og það eru tekjurnar hjá þjónustudalum, eins og nefndi áðan, hjá blikksmiðnum, hjá rafvirkjunum, hjá fyrirtækjunum sem eru að þjónusta sjávarútvegsfyrirtækin. Þar kemur þetta fram strax. Óháð stjórnvöldum, það sé fyrir utan ákvarðanir sem að þau taka eða taka ekki. Hvernig sýnast þér horfurnar á Íslandi? Ertu bjartsýnn á komandi ár fyrir Íslands samfélag? Ég náttúrulega bara í eðli mínu alltaf bjartsýnn, sko. Það þýðir ekkert annað. Nei, þetta náttúrulega, sko, eins og ég nefndi hérna áðan, þá vegferðin sem við höfum verið á Íslandi hefur verið að standa okkur vel í þessu framleiðsluhagkerfi og bæta svo ofan á það þessum þekkingarhagkerfinu og þjónustuhagkerfinu með ferðaþjónustunni. Og núna eru alls konar áföll í framleiðsluhagkerfinu. Það eru þessi sem við erum búin að búið til sjálf núna með þessum veiðigjöldum og svo þessi áföll með kísilmálmútflutningin, álútflutningin. Þannig að þetta safnast allt saman. Þannig að það er ekki gott. Og svo með þekkingarhagkerfið að þar held ég að það komi til að hægjast á vextunum þar. Það er þá tvíþætt, annars vegar þessi nýju sprotafyrirtæki sem eru að verða til og þurfa að breytast frá því að vera sprotafyrirtæki yfir í að vera arðbær-fyrirtæki. Eða verður vegið á þessum skattaafslætti, þá mun sú vegferð verða erfiðari. Og svo kannski til lengri tíma þá með þekkingarhagkerfið, þá það bara menntakerfið líka. Að við erum bara ekki að mennta börnin okkar nógu vel. Það er bara ekki að verða til rétta fólkið til að taka þátt í þessari vegferð að færa okkur frá framleiðsluhagkerfinu yfir í þekkingarhagkerfið. Og ég held að þetta sé eitthvað sem að muni svona á komandi áratugum verða miklu svona sýnilegra hjá okkur. Að þegar að þessar tölur sem við erum að sjá núna í þessum könnunum læsi og svoleiðis, núna þetta bara tölur og fréttir, en þegar það fer að breytast yfir í kunnátt og getur starfsmannanna, að þá fer það til að koma beint við efnahag þjóðarinnar, efnahagslega vöxt þjóðarinnar. Þannig að það er ekki gott. Og svo þetta með ferðaþjónustuna, að auðvitað eiga að hlúa ferðaþjónustunni og vinna öll saman að því að dreifa ferðamönnunum víðar um landið, auka öryggi þeirra, búa til fleiri áfangastaði og slíkt til að auka tekjurnar. Það á að vera hugsunin en ekki að höggva í vöxtinn með aukinni skattlagningu. Þannig að þú sért í eðlinu bjartsýnn, þá ert ekki bjartsýnn sem stendur. Já, ég held að náttúrulega stjórnvöld kom og fara og núna er þetta það sem að gildir næstu árin og málið er náttúrulega að ég held náttúrulega þessi sem sitja á stjórnvöldinni í dag þau halda einlæglega að þetta sé rétta stefnan og þetta er náttúrulega ekkert fólk sem er einhverju eyðileggingarstarfsemi. Það er bara með ákveðna sýn á efnahagslegan vöxt sem hefur bara verið reyndur allt í kringum okkur undanfarna áratugi og hefur aldrei gefist vel. Það er einkaframtakið, framtakssemi og vöxtur sem skapar verðmæti og efnahagsleg gæði fyrir okkur á Íslandi. Það er dugnaður en ekki stytting vinnuvikuna sem að skapa verðmætin? Nei, það er rétt að vera. Guðmundur Hertram, þakka kærlega fyrir komuna sem vetrarnir. Takk fyrir. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag 21. nóvember. En við hlökkum til að sjá okkur hér í næstu viku. Þá verðum við með glóandi heitt efni auðvitað vettvangi stjórnmálana, efnahagslífsins og margt fleira. Fylgist með.